Já, góðan og blessaðan daginn og verið hjartalega velkomin til þessa fundar sem að fjölmennur og segir hvað þið eru orðin vel þjálfuð í því að bregðast við tilmælum frá stofnunni þegar við hnippum í ykkur og það verður sérstaklega gaman að sjá hvað út úr þessu samstarfi mun koma. Ég þarf sjálfur sér ekki að rekja fyrir ykkur þá stöðu sem þið eruð í gagnvart Vinnumálastofnun því að ég auðvitað í margháttuðum samskiptum við hana ætla ég og hafi fengið upplýsingar með ýmsum hætti það hver svona réttarstaðan og skildurnar í þessu samstarfi okkar. En það svo sem þarf ekki bara rétt til þess að sýna hvað það sem að maður þarf sjálf sér að uppfylla til þess að geta verið fengi greiddar atvinnuleysisbætur frá okkur. Þá er það auðvitað að hafa áunnið sér bótarétt með vinnurétt eins og þið hafið sjálfst öll gert, mist hana og þá gerð krafa það að í hinni virku vinnuleit að menn séu tiltölulega færi til allra almennra starfa. Það náttúrulega líka, svona getur verið alltaf teygjanlegt en að maður sýni frumkvæði við atvinnuleit og sé tilbúin til að taka starfi og maður sýni vilji og getu til að taka þátt í úrræðum samanber lögum vinnumarkaðsaðgerðir og þessi fundur hér þetta sýna eða þið með því að mæta hér að vísa þann vilja sem að þið hafið til þess að vinna úr þessari stöðu sem að atvinnuleysið hefur sett okkur í. Allra best hefði náttúrulega verið að hér hefði engin mætt vegna þess að það verið allir konur með vinnu en því miður nú svo ekki staðan. Við erum sem sagt þá þáttakendur í þessu nýja verkefni sem að Emil var að rekja og þetta mjög mikið tilrauna starfsemi vegna þess að við erum með svona hliðstætt verkefni sem að fólki hefur verið gefin kostur á að sinna sem svokölluð að þróun eigin viðskiptahugmyndar og þá það auðvitað kannski hugmynd sem að þú hefur fengið og vinnur úr sem einstaklingur. En hér erum við raunulega að reyna að stefna saman fólki til þess að skapa þetta samstarfsumhverfi sem að samvinnufélagi gerir kröfu Nú það svo sem tilgangurinn þessi við erum stödd í þessu ástandi þar sem atvinnu ekki að fá. Hvað getum við gert? Við reynum að halda vinnuhæfninni með margvíslegum hætti, með námskeiðum eða fræðslustarfi, færa áhugann eða hæfnina á nýtt svið eða reyna jafnvel að útbúa sér atvinnu sjálfur, skapa sér vinnutækifæri og það tilgangur þessa verkefnis. Þetta svona kannski í fáum orðum markmið eða tilgangur þessara vinnumarkaðsúrræða sem að við erum alltaf að gera kröfum. Réttindin eru þau að fá greiddar bætur og þessa framfærslutryggingu sem að þær eiga að vera. Skyldurnar eru að taka þátt í því að koma sér úr þessari stöðu og vinna í því annarkvort ein og sér eða í samstarfi við okkur ef það býðst. Nú þetta til tekna verkefni sem að við erum hérna að kynna hefur ákveðin bakgrunn, ákveðina stöðu, skyldur sem að menn hafa. Þær að menn séu atvinnulausir og hafi fengið sinn bótarétt metinn og hann ekki ljós fyrir að menn hafa sótt og jafnvel fengið fyrstu greiðslu þá ætti það vera ljóst. Við ætlumst til þess að atvinnuleitandi skuldbindi sér til þess að vinna í þessu verkefni að fullu þannig að menn geta ekki verið í þessu í hlutastarfi eða taka þátt í þessu verkefni í hlutastarfi á hlutabótum. Við ætlumst til þess að viðkomandi taki þátt í þessu náms eða fræðsluferli sem að Emil var hérna að lýsa sem að hefst núna
í næsta mánuði og tekur fram yfir áramótin. Nú það sem að menn fá þá í staðinn auðvitað að vera undan skilin þessari skyldu sem að við erum að gera til atvinnuleitenda, að þeir séu tilbúnir til þess að taka starfi ef það býðst. Það er að segja, ef menn vilja ekki starfið, að þá er það hægt að hafna því alveg á löglegum forsendum vegna þess að viðkomandi sé að taka þátt í þessu tiltekna verkefni. Auðvitað er það þannig að ef menn eru konur á stað í þetta verkefni og þeim býðst starf sem þeir vilja taka, þá er það fínt, þá bara droppar maður út og tekur því starfi og máli fellur niður. En ef að menn vilja vinna áfram að þessu og sjá þarna tækifæri, að þá er það alveg gildskýring við því að taka ekki starfi sem býðst. Nú síðan og að lokum segjum við hér atvinnuleitandi greinir satt og rétt frá högum sínum. Það er að segja við viljum auðvitað ekki að fólk sé að nýta þetta sem einhvers konar undanskjól eða hvíld frá skyldunum eða vinna svart við eitthvað allt annað. Við verðum að treysta því að menn sé að sinna þessu alveg af heilum hug og greinir rétt frá því ef spurt. Þetta eru sem sagt svona þessi hvað við segja lagalegi bakgrunnur þáttökunar. Við höfum sem sagt þrátt fyrir það að þetta sé alveg ný tilraun að þá erum við að byggja hana á þessu fyrirkomulagi sem ég var að lýsa áðan, að við höfum sem sagt haft þetta vinnumarkaðsúrræði sem heitir þróun eigin viðskiptahugmyndar og hana er getið í sérstakri reglugerð. Við þurfum eiginlega að láta skrifa inn ef þetta tekst nú vel nýtt ákvæði sem varðar vinnumarkaðsúrræði af þessu tagi, þar sem verið er að gefa fólki kost á að stofna samvinnufélag og við eiginlega hugsaum þetta þannig að okkur er heimilt að gera svona samning. Hann að vísu hefur verið í 6 mánuði og síðan hefur verið svona eins konar vegamót þar sem að staðan er metin og er verkefnið komið á það leið að það muni verða til þess að menn geti skapa sér atvinnu að því, að þá hefur verið hægt að framlengja það aðra 6 og ég rekna með því að við búum þetta í þennan farveg að einhverju leyti. En við erum semst að gefa fólki kost á því að vera allt upp í 12 mánuði semst á bótum upptekið við það sinna þessu uppbyggingastarfi. Það kann að vera ýmsar spurningar sem vakna og við kannski höfum ekki alveg svar við í handræðunum eins og stendur, en við munum auðvitað reyna að leiðbeina ykkur eins og við getum innan þessa ramma. Nú af svona praktískum atriðum nefn ég bara að við eigum hérna í mjög miklum og góðum samskiptum við Nýsköpunarmiðstöð og hún verður svona eins konar koordinatör í kringum verkefnið og með þessum 2 aðilum sem voru nefndir, Vinnumálastofnun og Verslunarsetrinu. Það sem gerist núna er ef þið hafi áhuga að taka þátt í þessu fræðslu starfi námskeiði sem hefst núna í byrjun næsta, eða þarna var ekki 12. sem við tölum 12. nóvember, þá raunverulega munstra menn sig bara á það og við fáum svo raunverulega bara nafnalista sem fer inn í ykkar skrá, inn í okkar tölvukerfi, þannig að það er þá bara ljóst að þessir einstaklingar eru byrjaðir í þessu námskeiði. Síðan þegar hugmyndin er orðin svona meira áþreifanlegri í lok fræðslustarfsins, þá gerum við þennan samning eða umsókn eða tökum afstöðu til þess, stýrihópur það hvort að hugmyndin er orðin svona þannig að þetta sé líklegt til þess að verða að verkefni, og þá gerum við þennan 12 mánaða samning. Það má segja að það er þá sem að hann tekur gildi. Og ég segi hérna 6 + 6, það segja að við gætum haft hérna hugsanlega einhver svona, eins og ég segi, svona einhvern uppgjör eftir 6 mánuði til þess
allir átti sjá því hvort að verkefnið er að standast væntingar. Og síðan auðvitað bendi ég ykkur á þá bara leita upplýsinga hjá okkar fólki ef einhverja spurninga vakna. Nú, það svo sem ekki annað meira en þetta að segja okkar hálfu annað en að við erum afskaplega spennt fyrir því að fá að taka þátt í þessu og sjá hvort að þetta getur orðið að raunveruleika. Verandi þjóð sem við áttum svo mikið undir samvinnufélögunum hérna á árum áður og partur af þessu náttúrulega líka reyna svona að koma þeirri hugsun inn í samfélagið að samvinnufélög eiga erindi á svo mörgum sviðum heldur en að við kannski þekkjum hér á Íslandi og rétt eins og Emil var að nefna að það er hægt að yfirfæra þetta svo margháttan annar rekstur sem að við höfum kannski ekki þekkt að væri feldur undir þetta form en nú er raunlega að gera bara að láta hugan reika og spotta út hugmyndir sem gætu orðið að verkefni og allra best það út af þessu gætu orðið vinna fyrir ykkur og jafnvel fleiri og ég óska ykkur bara velfarnaðar. Takk fyrir.